Komið heil og sæl og verið velkomin í föstudagsþáttinn sem við tökum að þessu sinni hérna upp í Pakkhúsinu í innbænum á Akureyri. Og það ýmislegt sem við ætlum að fjalla í dag. Við ætlum meðal annars að fá hana Helenu Jónsdóttur til okkar. Já, við ætlum að fá hana Snorra Eldjárn líka sem ætlar að taka fyrir okkur lag, en hann var hann ekki að klára Ísland Got Talent? Jú. Já, og svo að fara að trúbba eitthvað svona og fara að gera meira tónlist. Og svo ætlum við að forvitnast fimleikamót, fjölmennt fimleikamót sem að verður hérna á Akureyri. Við kíkjum á útskrift í myndlistaskólanum á Akureyri. Já, svo ætlum við að kíkja á nýtt tónlistmiðbót. Hann Conny Konga sem er í hip-hop gerunum eða rap gerunum. Þeir koma hérna eftir og fá ég að heyra lagið. Já, en við ætlum hins vegar að byrja á myndinni sem allir eru að tala þessa dagana, Vonarstræti. Já, velkomin Baddi og Sibba. Takk. Takk fyrir. Segðu okkur kannski bara, Baddi, ef þú byrjar bara, þessi mynd, hvernig verður þessi hugmynd til handrit og hvers konar mynd þetta? Við byrjum á byrjuninni. Já, ok, þetta var mjög margþætt spurning. Það þurfum við ekki að spyrja aftur. Ég ætlum ekki að trúa þessu. Já, sko, hugmyndin kveiknar á svo ólíkum stöðum bara í lífinu, sko, eiginlega. Þú veist, fyrsta hugmyndin kveiknar árið 2005 sem svona verður að sögu Móra seinna. Og sagan útrásarvíkinginn kveiknaði í raun og veru árið 2008 þá á afmælisdaginn minn 18. mars þá var ég afmælisbarn vikunnar í DFF og ég var með svona litla klausi svona á neðri helming síðunnar og svo fyrir ofan mig var Jón Sigurðsson, forstjóri FL Group og við erum jafngamlir upp á dag, ég og Jón. Og þessi tíma var ég að gera svona corporate video fyrir Orkuveituna og með kannski svona mögulega 150-200 skall á mánuði en Jón, hann var með svona mögulega, ég veit ekki, þú veist, giska 5-10 milljónir á mánuði eitthvað, þú veist, á þessu tíma og ég fór að velta fyrir mér og bara, wow, þú veist, hvernig kemst gæi sem er jafngamall ég upp á dag í þessa stöðu á þessum tíma og svo þegar allt hrundi og allt fór til helvítis þá fór náttúrulega fólk að einhvern veginn að tala illa þessa gæi að þeir eru vondir og bla 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 og gerðu þetta og þetta og einhvern veginn alveg sama hvað ég skoðaði með þeim ég hugsa alltaf með mér, já, ég hefði líka gert þetta. Þú veist, ef þessi peningar hefði verið í boði, þú veist, þeir hefði verið í boði að fá þetta allt án ábyrgðar og gera allt, bara surely, þú veist, myndi einhver segja nei við því. Þannig að og þá einhvern veginn kveiknaði hugmyndin að skrifa handrit útrásarvíking og hitt handritið var líka alveg bara svona sérhugmynd, þetta var sérhugmynd og svo þriðja sagan svolítið svona tekið svona lítið svona fjölskyldumál úr minni fjölskyldu og svona byggt á því. Og svo var það bara árið 2010 sem Biggi Maus kom til mín og sagðist vilja skrifa handrit og ég sagði já, ég er reynda með 3 hugmyndir sem ég er að reyna að sameina í eina sko. Og hann bara ok og við skelltum okkur saman í þetta ævintýr og byrjum árið 2010 að skrifa. Þannig var það einhvern veginn þessi mynd til sko. Og loksins er hún komin, það hlýtur að vera, ég veit að þú ert væntanlega búin að vera inn í hellinum að klippa ansi mikið. Hvernig tilfinning er það að hún sé loksins bara komin í sýningar og fyrsta fólki búið að kíkja á myndina? Sko, þetta er mjög óraunverulegt en það er svo stutt sem við vorum að berjast ég og Baddi í Klippherbyggræði og ég var 9 mánuði ein með hana og tók mér 1 helgarfrí sem ég svaf og annars bara var þetta minn heimur og þetta voru mín börn Móri, litla barnið mitt þessi eldri nei og jú, þetta er alveg rosalega magnað. Svo fer ég í bæinn og við vinnum saman í 2-3 mánuði og raunverulega gjörbreytum öllu frá handriti sko og bara að því sem að myndin vildi verða og varð. Já. Og fórum mjög skrýtna leiðir og mér finnst þetta bara, ég var að fór á sýningunni í gær og já, það er margt sem bara gefur mér ennþá óvart sko og hvað þeir að virka og og bara okkur við gerðum þetta svo sko. En það er náttúrulega eins og það hefur mjög margt gerst í klippberginum, ekki lesi handritið en það virðist eins og klippingin sé að gera rosalega mikið fyrir sko framvindu sögunar. Já, algjörlega sko, því að við vinnum þetta þannig að hún fær senunar sendar og fær að raða myndinu saman og klippa senunar eins og handritið skrifað. Þannig byrjum við. Og við horfðum á 191 mínútna útgáfu þannig í byrjun desember. Brilliant stuff. Og þú veist, ég sýndi nokkrum og ég var í sjokki sko þegar ég horfði á þessa fyrstu 191 mínútu í fyrsta skipti sko og því að
þú veist, það var alltaf til staðar, þú veist, senuna virkuðu, bara myndin virkaði ekki. Og og maður var alveg bara, wow, ok, þú veist, hér þarf eitthvað alvarlegt að gera, sko, til þetta bara fungeri. Og svo kemur Sibba í bæinn og ég eitthvað svona bara, þurfum við bara að stytta, hvað málið og þá svona fer hún að leiða mig út í það bara, Baldvin, við þurfum að breyta. Og leið og ég fattaði það með henni bara, já, ok, við þurfum að fara að breyta og þá byrjaði þetta klikkaða ferli sem við fórum í gegnum, það sem við tókum bara og einhvern veginn púsluðum henni saman upp á nýtt og því að það var einhvern veginn eins og þegar við last handritið þá var svona rosalega svona mikið intens í handritinu að fylgja sögunum áfram en við að horfa á þetta þá bara sagan búin og bara og handritið virkaði rosalega vel og framvindan var alveg rosalega góð og þú veist, þess að maður bara kom hann óvart að þú veist, þegar þetta var komið síðan sko í mynd þá var þetta bara svo tvístrað, maður var bara hér og hér og hér, þú veist, þú sagði hann eitthvað öðruvísi í mynd eða á pappír sko. En það þá ekki svolítið kjarki að segja bara, ok, tökum bara lengri tími í þetta og gerum þetta? Algjörlega, það var alveg bara, en samt ekkert mál, þú veist, og því að við vissum að við vorum með mjög skemmtilegt efni í höndunum og það var búið að leggja geðveika vinnu í þetta efni sko. Og talandi sko, þið hafi verið að fá gagnrýni og náttúrulega allir sem koma að þessari mynd, það er vantilega stór hópur sem stendur á baku svona mynd og þið hafi fengið bara, hvort sem það eru leikarar, tónlist, klipping, annað, þetta virðist vera að fá, sko, ég hef nú ekki oft séð svona viðbrögð á samfélagsmiðlum við íslenskri kvikmynd. Nei. Ég veit ekki hvað ég á að segja. Nei. Það er kannski galdurinn við þessa mynd að maður reynir ekki eins og að fara að bera hana saman við íslenskar kvikmyndir sko. Það er eiginlega ósanngjarnt. Af því að þetta er bara, þú ferð þarna inn og þú horfir bara á kvikmynd. Já. Og reyna að flokkana með öðrum íslenskar kvikmyndu væri bara skrítið. Þetta er bara á öðrum mælikvarða finnst manni sko. Þú veist, og það hefur gert mikið góðum íslenskum kvikmyndum sem að gera sama við og þá er þetta þannig að það þarf ekki að bera saman íslensku kvikmyndan, þú bara tekur þetta við norrænu myndirnar, evrópsku myndirnar eða amerísku og segir bara að þetta er mjög góð kvikmynd. Hvernig er að horfa á leikara? Þessi leikara, það er leikaravalið, það hljóta að vera dálítið ánægð með ykkar fólk sem er þarna. Já, vá maður, þetta er algjör draumur í dós. Steini var reyndar, ég skrifaði þú veist, hans hlutverk alveg með hann í huga allan tíman og ég fekk alveg, þú veist, efasemdaraddir við það, þú veist, frá aðstæðendum myndarinnar bara í alveg Steini rétti maðurinn en Þorsteinn Backman. Já, Þorsteinn Backman fyrir ég og árið 2011 þegar ég og Steini byrjum að vinna strax ég segi í raun og veru Steina hugmyndina daginn áður en við byrjum að skrifa handritið sko. Þannig að ég fór með honum í gegnum alla myndina og ég man að það tók akkurat 2 tíma og myndin er akkurat 2 tímar þannig að ég náði að segja alla myndina þannig en eftir það þá byrjum við bara strax að vinna og Steini tók hann eitt sumar og safnaði skeggi og við vorum að prófa lúkk og eitthvað og ég fór að sýna framleiðendunum og öðrum bara hann myndi líta einhvern veginn svona út og það var alltaf já ok, þetta er allavega flott og því að Steini bara lítur ekkert út fyrir að vera útigangsmaður yfir höfuð og en svo var svolítið meiri leit með Heru og Þorvald ég tala alveg við nokkra leikara sumir voru ekki alveg þú veist, sérstaklega hlutverki Heru sem er svolítið krefjandi sko, var ekki allir til í að fara þessa leið með það en ég er alveg bara ótrúlega þakkláttur fyrir allan leikarahópinn sem einhvern veginn kom að þessari mynd og og þú veist, í raun og veru að láta mig líta alveg fáránlega vel út sko, þetta er alveg frábært sko. Ég verð að spyrja ykkur að það er mikið búið að ræða íslenska kvikmyndabransan. Nú eru þið komin út með þetta, þessi gríðarlegu viðbrögð og náttúrulega talentur sem við erum að sjá. Hvað er framundan, hvað með peninga, hvað með að geta haldið áfram og næstu skref? Ég held að verði alveg svolítið þung skref framundan, bara svona almennt séð í kvikmyndagerð og þú veist, eitt sem við gerðum í þessari mynd bara í allri framleiðslunni er að við fengum þann tíma sem við vildum að gera alla hlutina. Nokkurn veginn, en þú veist, en miklu meiri tíma en gengur og gerist. Sko. Já. Og eins og í klippinu. Þetta er bara klippar nokkurn veginn. Já. Eitt trímenn. Já, auðvitað er klipparinn aldrei búinn að klippa. Eitt trímenn, þá væri þetta frábært. Þetta er alveg ramma, sko. En sko, það er samt besti vinur kvikmyndagerðarinnar, það er tími. Fá einhvern veginn að marinerast í verkefninu. Ég vildi sjá, ef við hefum gefið þessa mynd út eins og sumir, eða þú veist eins og ef við varum að flýta ykkur sko, fyrsta og bara stitt sko. Já. Þú veist,
what the fuck, sko, þetta væri bara eitthvað mesta tragedía, skilur, í Íslandssögunni. Gera bíp þegar hún segir þetta. Já. Þetta er bara íslenska. Nei, þarna bara tíminn og fá frelsi til þess að hérna... Og tíminn eru peningar. En tíminn eru peningar. Og sko, loka niðurstaðan er alltaf málið. Þú veist, það er sama hvað djöflastum er, mér voru alveg sama, þeir hamast í mig, sko, ég bara slekka símanum og loka, af því að þú veist, ég veit að það er bara loka, það er myndin sem lifir að eilífu. Og ég þú veist, þegar ég að berjast við þess að gauðra, hérna, alla framleiðendur og svona, ég er mjög orðin töff í þessu, að hérna, þá er það bara, þá er það þeirra vegna og myndarna vegna, sko, þannig að hérna, já. Ég bara hvet allir til þess að fara á þessa mynd. Hún er svolítið hæg í byrjun, sem er alveg gersamlega þess virði og er nauðsynlegt svona upp á framvinduna og niðurlagi. En bara farið á hann í bíó og hérna, það kemur 2 tíma í það. Þetta er bara skylda. Mér langar bara að þegar hún tala um peningana og kvikmyndagerð og bara vandi listsköpun á Íslandi almennt. Ég ætlaði að nota ljóttur núna, en bara vinsalegast kæra ríkisstjórn, skilur, endurskoðið þetta. Þú veist, það er svo góður hlutir að gerast og hérna, ekki vera að pakka okkur niður núna þegar það er allir, sko, tónlistamenn og listamenn bara, það er allt að gerast og það var að skera niður alls þar, þetta er óþolandi. Amen. Já, amen. Allir í bíó og líka, þetta er bara eitthvað sem verður að gerast. Já, ef ekki sjá smá brot úr kvikmyndina áður en við förum yfir í næsta einslag. Skál fyrir Sölva og njótum kvöldsins. Skál. Welcome to the Viking. Við erum lent í partíi hjá valdamestu mönnum á Íslandi.